En við byrjum á skuldum ríkisins sem mikið hefur verið rætt að undanförnu. Sumir segja að skuldir íslenska ríkisins verði komnar upp í meir en 2000 milljarða þegar tölur vegna bankarhrunsins verða endanlega komnar í ljós. Tryggvi Þór Herbertsson, prófessor í hagfræði og fyrrum efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar, segir hins vegar að hreinar skuldir ríkisins verði mun lægri þegar allt talið, eða 465 milljarðar króna. Og Tryggvi sestur hjá Sigmari til að útskýra þetta. Tryggvi, velkomin. Takk fyrir. Hvernig stendur á því að þegar verið að ræða skuldir ríkisins að þá erum við að heyra tölur þar sem að munar jafnvel 1500 milljörðum. Við erum að tala 500 milljarðar sem að þú ert að nefna svona sirka, aðrar eins tölur nefnt úr fjármálaráðuneytinu og síðan segja aðrir 2000 jafnvel upp undir 3000 milljarðar. Já. Sko ég held að ástæðan fyrir þessu mun að menn að tala annars vegar brúttóskuldir og hins vegar nettóskuldir. Og þegar við erum að tala þetta í þessu samhengi vegna þess að mikið af þessu er vegna gjaldeyrisvarasjóðs Íslendinga, mikið af þessu eru lánalínur og annað slíkt og sem ekki tekið tillit þegar verið að tala brúttóskuldir. Mér hefur sýnst að menn svona sé að ég er raunverulega klæmast á þessari tölu yfir 2000 milljarða svona til þess að geta sagt sem svakalegasta sögu og ég hef svona kosið að kalla þetta svona kreppuklám því svakalegri sögu sem maður getur sagt að því meiri athygli fær maður. Þú ert algjörlega sannfærður það að það sé engin innistæða fyrir þessum tölum sem dynja alltaf á landsmönnum, 2000 milljarðar. Já, sko ég held að ég hef tekið þetta saman og við ætlum að fara betur yfir þetta hérna eftir og það auðvitað rétt að í einhverjum skilningi hægt að leggja saman einhverja tölur og fá þetta út. En það gefur bara ekki sanna mynd og það að segja að það sé verið að hneppa afkomendur okkar og skulda klafa út af þessu, það er bara alls ekki rétt. Niðurstaðan einfaldlega þannig að þetta mjög viðráðanlegt fyrir okkur að ráða við þessar skuldir. Já, sjá núna þína útleggingu á skuldastöðinni og kannski fá hérna fyrsta skiltið á skjáinn. Þarna eru skuldir á milli opinberra aðila. Já, skuldir á milli opinberra aðila er raunverulega það sem að ríkið þarf að leggja inn sem hlutafé bæði í Seðlabanka og inn í ríkisbankana og það virkar svona raunverulega eins og ég fengi lán hjá konunni minni og netto skuldir heimilisins aukast ekkit við það. Þannig að vegna þess að það er bara eign innan heimilisins sem að færist til og þessar skuldir, eða réttar sagt þessi innspýting ríkisins í bankana nemur í rúm 600 milljörðum króna en það er eign þar á móti og það er peningalega eign sem að raunverulega væri hægt að ganga alltaf á hverjum tíma. En einhvers staðar koma peningarnir frá, þetta er útgjaldaaukning sem ekki var áður til staðar? Já, þetta er raunverulega ekki útgjöld vegna þess að þetta er fært þannig inn í bankana, bæði Seðlabanka og banka, að þetta eru skuldabréf eða skuldaviðurkenningar sem að ríkið gefur til þessara stofnana, en ríkið á stofnanna sjálf, þannig að netto áhrifin eru engin. Já, og þetta kallar ekki á aukna lánsfjárþörf á lánamörkuðum eða neitt svoleiðis. Þannig að þú vilt færa 0 í þennan dálk? Já, vegna þess að þarna er bara eign á móti skuldinni. Já, síðan förum við innlendar skuldir hins opinbera og þar ertu nú að rekja margt inn í því fjárlega hallinn og ýmis bankabréf. Útskýrðu þetta? Já, að í fyrsta lagi að svona fyrir kreppuna þá var hrein skuld Íslendinga í kringum 8.000 milljónir. Nú síðan er fjárlagahallinn áætlaður þessu ári vera 150 milljarðar. Nú síðan er eitthvað sem heitir bankabréf, krafa á smærri fjármálastofnanir. Það eru raunverulega bréf sem voru notuð í endurhverfum viðskiptum sem að litlu fjármálastofnanir á Íslandi áttu. Og þá eru þetta fjármálastofnanir eins og Saga Capital, eins og Askar Capital, eins og Sparisjóðabankin sem hét Æsbank áður, VFBS og svo framvegis. Síðan er þarna liður sem er svolítið flókið að útskýra svona í stuttu máli og skiptir ekki öllu máli að upp á 35 milljarðar sem er líka krafa á gömlu bankana. Nú, ég gerir ráð fyrir að það endurheimtist í kringum 50% af þessum svokölluðu bankabréfum sem að smáu fjármálastofnanir eigu og það fáist í kringum 150 milljarðar tilbaka enda hafa það lagt fram tryggingar
fyrir hærri uppað heldur en þetta. Þetta ekki bjartsýnt mat á endurheimtum? Nei, ég held að þetta sé svartsýnt mat eða þetta svona mjög hógvært mat. Síðan ég með ákaflega svartsýnt mat miðað við tölur sem við sáum skilanefndina kynna hérna í seinustu viku endurheimtur á kröfur á gömlu bankana. Þar geri ég ráð fyrir að innheimtist einungis 7% af skuldbindingunum. Nú, þannig að þar kemur eitthvað 2,5 milljarður. Nú síðan eru inn í Seðlabankanum sjóðir sem hið opinbera á sem var til dæmis Landssímasalan og afgangur af fjárlögum annað slíkt sem nemur í kringum 170 milljörðum og mér skilst að það sé ætlun að nota 100 milljarða af því inn í hítina. Þannig að nettó verður þetta þannig að skuldir í íslenskum krónum aukast 225 milljarða. Þegar þú tekur þessa liði. Já. En síðan erum við konar að erlendu skuldunum. Já, síðan erum við komin svona í aðalfúttið sem eru erlendu skuldina. Og þar erum við með ICE inni og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og öll lánin sem og allar þessar lánalínur og annað slíkt. Nú, það talið að það sem við þurfum að standa í skilum með trygginga vegna erlendu innistæðnanna, það að segja ICE og EDS, þó svo EDS virðist alltaf verða mjög lítið, að það séu svona í kringum, og þannig erum við komin yfir í dollara, það sé í kringum 540 milljarðar eða 4,7 milljarðar dollara. Nú, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn áætlar að það sé í kringum 60% af þessari upphæð sem að innheimtist, sem eru þá í kringum 320 milljarðar eða 2,8 milljarðar dollara. Nú síðan komum við að þessu blessuðu lánum sem við höfum verið að fá sem að mönnum hefur orðið tíðrætt að IMF eða Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé að hneppa okkur á skuldaklafa. Nú fyrst ber að nefna 2,1 milljarð dollara sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lánar okkur sem að fer beint inn í gjaldeyrisvarasjóð Íslendinga. Þannig að það breytist aldrei, þetta bara varasjóður. Og þessi sjóður, eða það sem búið að borga út af þessum sjóð, sem eitthvað 800 milljónum dollara, fer beint inn í bandaríska seðlabankan og þar vaxtaberandi. Þannig að við geymum það bara það. Þannig að nettó ekki skuldabreiting út af þessu, vegna þess að það ekki ætlunin að breyta þessu neitt, að eyða þessum peningum. Það ætlunin bara að nota þetta til þess að minnka þessar gengissveiflur og auka trúverðuleika íslensku krónunar. Nú síðan eru það lánin sem við fáum frá öðrum löndum, Norðurlöndunum, Póllandi, Færeyjum og Rússlandi og það eru 2,9 milljarðar dollara eða sem í 330 milljarðar og þetta ekki ætlunin að breyta yfir í hrein lán. Þetta raunverulega bara eins og yfirdráttur á tékkaheftinuðinu að þetta eru lánalínur sem hún getur kallað út á ef þú þarft að nota það, en það alls ekki víst og það ekki ætlun að nota það og ef það verður notað þá það fyrir gjaldeyrisvarasjóðinn. Þannig að það ekki eins og við séum að fara að eyða þessum peningum. Þannig að ef við viljum taka yfirdráttarheimildina okkar sem skuldir okkar eða bæta því við skuldir okkar, þá mun náttúrulega sjálfsagt að gera það en það bara rangt að gera það. Og þetta sem sagt nettótalan af þessu eru tæpir 1,9 milljarðar dollara sem á gengi sem svona svolítið gassalegt, 127 krónur í dollara, þá þetta í kringum 217 milljarðar. En sko, bara svo við stöldrum aðeins við þetta, þú ert þetta með ákveðið mat á iSafe, við náttúrulega vitum ekkert hvað við fáum fyrir reikning Landsbankans úti, þannig að þessi tala gæti verið skökk. Já. Og ef við þurfum að ganga á þennan gjaldeyrisvarasjóð eða á þessar lánalínur, þá önnur stað uppi eða hvað? Já, sko, en þá bara svo miklu meira búið að gerast. Þá erum við komin í ennþá verri stöðu, en ég tel enga líkur á því að það þurfa að ganga á þessa lána, eða á gjaldeyrisvarasjóðin, nema kannski eitthvað tímabundið, einhverjar upphæðir. En það ekki ætlunin að ganga á gjaldeyrisvarasjóðin að fara hér að pumpa út dollarum, enda væri það raunverulega óþarfið eða til hvers ættum við að gera það. Ef við segjum í versta tilfelli að við myndum gera það, þá breytum við gjaldeyrisvarasjóðnum eða hluta hans yfir í íslenska krónur. Þannig að það kemur eign á móti náttúrulega? Það kemur eign á krónum en þá hún í íslenskum krónum og það myndast svona eitthvað gjaldeyris ójafnvægi. Í framtíðinni væntanlega, þegar að krónan styrkist,
að þá væri hægt að skipta því aftur smá saman yfir í dollara vegna þess að þessi lán ekkert á gjalddaga fyrir seinni hluta árs 2011. Já. En síðan niðurstaða þín þá að hrein skuld okkar séu 465 milljarðar rétt rúmlega. Já, og það miðað við að gengi dollara sé 127 krónur. Ef við miðum við að gengið sé kannski 90 dollara sem gæti verið eitthvað svona langtíma jafnvægi þegar að við erum búin að jafna okkur eftir 1 ár með gjaldeyrismarkaðin eða hálft ár eða hvað sem það að þá væri þessi skuld innan við 400 milljarðar, 395 milljarðar. Og þetta náttúrulega allt aðrar tölur heldur en alltaf verið að tala um í samfélagi. Já, og þetta jafngildi 33% af landsframleiðslu sem að ég hef reiknað niður í 1400 milljarða. Hún var núna, landsframleiðsla á seinasta ári var 1500 milljarðar og þannig að ég gerir ráð fyrir samdrættinu líka. Helmingurinn af þessum skuldum, þessum nettóskuldum, í erlendum gjaldmiðlum og helmingur í íslenskum krónum. Þannig að eins og þú sérð að þá þetta sko allt önnur mynd heldur en að hefur verið dregin hérna upp. Já, en hvað allt inn í þessu vegna þess að það sem við erum að horfa fram á núna það að það verið að tala um að alltaf 60% fyrirtækja landsins sé tæknilega gjaldþrota. Það atvinnuleysi hér í áður óþekktri stærð, fjöldagjaldþrot heimila oft rætt á sama tíma fer afurðaverð fallandi, við getum ekki selt fiskinn okkar, við fáum minna fyrir álið. Það getur allt verið komið inn í þetta. Já, sko, það sem að ef að það verða einhverja stórkostlega niðurfellingar á skuldum, að þá ljóst að það þarf meiri peninga inn í bankana. Og stórkostlega niðurfellingar þá ég að tala um 100 milljarða. En mikið af stóru skuldunum inn í gömlu bönkunum og þeir sem að munu raunverulega tapa eða þurfa að standa undir einhverju vitlausu mati þar, það eru lánardrottnar og mest af lánardrottnunum eru erlendir. Þannig að það kemur ekki niður á skattgreiðendunum sjálfum. Þannig að ég hef reynt að vera eins hógvær og ég hef raunverulega getað við að meta þessar skuldir og ég trúi því að staðan sé mjög vel viðráðanleg og síst verri til langstíma litið heldur en hjá öðrum þjóður. En ég sagði nú reynda líka að bankarnir myndi ekki fara á hausinn. Já, ég ætlaði nokkrum vikum áður en þeir fóru á hausinn. Já, ég ætlaði nú einmitt að herma það eins upp á. Þú varst í viðtali í byrjun september, þá varstu sannfærður það að bankarnir myndi ekki falla. Já. Síðan féllu þeir. Já. Hvar, eitthvað staðar hefur farið út af sporinu í þínum spátumum þar? Já, ég held að það sem að gerðist voru svo ólíklegir atburðir að ég held að hefði enginn getað séð það fyrir, nema bölsýnismenn sem að sérstaklega segjast núna hafa séð þetta allt saman fyrir. Það var enginn... En voru þeir ekki býsna margir sem að eftir á að hyggja sáu þetta fyrir? Nei. Að kerfið stæði hér á brauðfótum og gæti fallið? Já, en það annað en að það falli á hliðina. Og það sem að ég trúði því alveg hreint út mánuðinn að við stæðum ekki fram fyrir neinu svona gigantísku vandamáli eins og raun bara vitni. En síðan gerðust hlutir sem að gerðu það verkum að kerfið rúlla á hliðina því miður og ég held að við enginn séð fyrir þá atburðar á sem varð sama hvað menn reynir að segja núna í dag. Nei. Það tala margir um það að yfirtakan á Glitni hafi verið röng ákvörðun. Hvað segir þú því? Já, ég var á þeirri skoðun að svo aðferðafræði sem var notuð við að taka yfir Glitnir hafi verið röng og ég var það frá fyrstu stund. Ég sá fram á það að ef að hluthafar í Glitni yrðu þyndir út á þann hátt sem var gert með því að taka raunverulega 75% af bankanum í skiptum fyrir 600 milljónir evra, það sem myndi gerast að hlutabréfaverð myndi falla niður í mjög lágar fjárhæðir og sem myndi þýða að það myndi rúlla inn í stoðir og stoðir færa á hausinn og þessi keðjuverkun færa á stað. Þannig að ég varaði mjög eindregið við því að fara þessa leið og vildi fara aðra leið. Er þetta ástæðan fyrir því að þú hættir sem efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar? Meðal annars. Meðal annars, ágreiningur þetta tiltekna atriði? Meðal annars, já. Tryggvi, takk kærlega fyrir komuna.